Andri Stefánsson, markakvótinn, þú klárar hann bara strax hérna í annar umferð bikarsins? Nei, þetta var bara í bikarnum. Nú Íslandsmótið eftir. Það koma 3. Ef færi koma þá skora ég mörk. Þú skoraðir 1 mark á seinasta tímabili, það nú ekki erfitt að toppa það? Nei, ég hef strax búinn að jafna það. Ég sá hvernig hinir fóru með færin, það var bara að setja mig fram. Þetta ekki flókið? Þetta skot á þjálfarann bara. En minna framistæða liðsins, þetta var nú ekki fallegu fótbolti sem búið var upp á þá, sérstaklega í seinni hálfleiknum? Nei, ég sár vorkinni þeim sem kom að horfa á þennan leik. Þetta var mjög lélegt. Nú kostaði 2500 krónur inn, er það ekki kannski mikið fyrir miðað við gæðin? Það er alltaf mikið, við þurfum að endurgreiða þeim. Ég skal endurgreiða þeim sjálfur þessi borguðu sinn. Þannig að þeir geta bara komið og fengið endurgreiðslu hjá þér? Já, það þurfa að sýna kvittun samt. Þú lýsir markinu sem þú skoraði aðeins fyrir sjónvarpsáhorfendum, hvernig var það? Sko það kom hotn, það var einhver barningur hérna. Ég stóð bara kallað á boltan allan tíman. Boltinn skilaði á svo endunum, það var bara hamran í neti. Þetta er ekki flókið frá þig? Nei, þetta er eitthvað sem ég var að reyna að segja hinum samt. Hinum leikmönnunum, en tóku ekki til sín. Hvað þarf helst að bæta fyrir næsta leik? Skora fleiri mörk, nýta færin. En nú erum við komnir í 32 liða úrslit bikarsins, Óska mótherji í 32 liða úrslitum. FH. Á Kaplakrika velli þá? Já, alveg sama. Kaplakrika er fínt, fullt af fólki. KB 3-0. Maður leiksins, þú lítur að vera sáttur við það? Já, maður leiksins, já. Ég gerði klálega engin mistök við þessu leik. Það er nokkuð ljóst. Og Kristján, þú ert sáttur við þetta? Ég er mjög sáttur við þetta allt, sko. Nema ég klúðraði henni dattara, það var ekki alveg nógu gott. Þá segjum við svo lokið hér úr búningsklefa KB. Takk fyrir mig.